Já, velkomin í þáttinn miðnætti í Kænugarði. Klukkan 10 hérna hjá okkur og þar leðandi miðnætti í Úkraínu. Það eru 20 dagar frá innrás og það er margt gerst og sumir segja heimurinn hafi breyst á þessu tíma. Hérna, seinni í þættinum kemur Gunnar Þorri Pétursson til okkar. Hann þýddi bókina Tjernobyl-bænina og fékk fyrir það þýðingaverðlaun. Við ætlum að ræða við hann bókina og svona það umhverfi sem hún sprettur upp úr, kannski höfundinn sem er Nóbelsverðlaunahafinn, Svetlana Aleksíjević og kannski reynslu hans líka af þessu svæði og Rússlandi. Sterka tauga til þess svæðis. Og hérna á eftir ætlum við að byrja, við ætlum að taka núna svona í næstu þáttum að heyra í fólki utan Evrópu, að hvernig stríðið lítur út frá fólki þaðan. Við munum morgun eða hinn munum við heyra í manni í Peking og við munum heyra í konu sem að býr í Mogadishu og í kvöld ætlum við að heyra í manni sem að býr í Sydney, Páli Þórðarsinni. En við ætlum að byrja eins og vanlega að fá svona rapport frá þér, Karl-Líðan. Hvað er það? Hver er staðan? Við ætlum ekki að sýna kort núna eins og við höfum gert held ég hvert kvöld af því að staðan virðist bara að vera óbreytt. Hlutirnir haldast í stað. Sumir herkennskufræðingar eru að velta því fyrir sér hvort að Rússar séu kannski aðeins að sjá af sér í aðferðinni sinni sem þeir hafa verið að beita hingað til af því að hún er ekki að reynast þeim rosa vel enda eru Úkraínubúar með Javelin, eldflaugar og fleiri hergögn sem eru mjög gagnleg í að taka niður skriðdreka og svoleiðis þannig að þeir eru kannski aðeins að staldra við núna og eru frekar að nota sprengjuvopn eða svona artilleri eins og maður segir á ensku með hrikalegum afleiðingum eins og við höfum séð í Mariupol og fleiri borgum. Svo eru friðarviðræður að halda áfram á morgun og ráðamaður Úkraínu segir að það sé erfitt en að það sé samt pláss fyrir málaliðanir þannig að málamiðlanir þannig að við vonum að það komi eitthvað út úr því og utanríkisráðherra Tyrklands er að fara á fund í Moskvu á morgun og fer svo í Kænugarð daginn eftir og sumir benda á að Tyrkland geti verið svona ákveðin milliliður á milli Rússlands og Evrópuþjóðanna og Bandaríkjanna. Svona út af landfræðilegri stöðu sinni. Já, og kannski líka ákveðinni svona hagsmunalegri stöðu einmitt sem kemur út frá landfræðilegri stöðu en og pólitískri svona létt fascist ríki inn í NATO. Já, nefnilega, svona Erdogan og Trump, og Putin og Trump smá samleið þarna en jú, þeir geta kannski aðeins tala saman. Tala flóttafólks er komin yfir 3 milljónir. Það var að koma út í kvöld þannig að þetta heldur áfram að stækka. Þannig að það eru fleiri 100.000 sem betast við á hverju einasta degi. Já, þetta er alveg hrikalega tölur, rosalegt. Og bandaríska ríkisstjórnin var að samþykkja að veita $13,6 billjón í aðstoð til Úkraínumanna bæði vegna mannúðarmála en líka í hernaðarmál. Ég veit ekki alveg hvernig þessi reikningur skiptist en það mun örugglega koma betur í ljós. Og svo verður í næstu viku sérstakur fundur NATO þar sem að helstu ráðamenn Evrópuþjóðanna munu hittast og Biden flýgur yfir til Evrópu og svo sama dag verður fundur Evrópusambandsins þar sem Biden mun líka vera og þau ætla að tala áhrif stríðsins á Evrópu og hvort það er að beita frekari viðskiptaþvingunum og hvað er til ráðs þannig að við munum sjá hvað kemur úr því og svo eins og margir hafa örugglega heyrt að þá eru 20.000 sjálfboðaliðar núna orðnir skráðir á leiðinni til Úkraínu að hjálpa Úkraínumönnum og Putin hefur sakað þá að vera málaliðar og nýlega hafa Sameinuðu þjóðirnar búið til sérstök svona lög gegn málaliðum af því eins og það gerðist í Sýrlandi að þá fór að flæða inn og í kringum ISIS og í Miðausturlöndunum að það fór að flæða inn alls konar. Þannig að það er í Afganistan þessum tíma, þá voru bara stórar útlendinga hersveitir. Akkurat og Putin er að saka Úkraínu sem sagt að vera með málaliða og er að reyna að vísa í þessu lög en það er ekkert sem bendir til þess að þeir séu að fá greitt en það er lagalega ákvæði sem segir til að sért málaliði og það fyndna og sorglega er að Putin er að ásaka vesturlöndin þetta en er svo sjálfur að fara að fá inn fullt af sýrlenskum atvinnuhörmönnum sýnist manni sem eru þá að fá laun sem gerir þá að málaliða. En eru hörð átök? Eru mikið mannfall? Það er mikið mannfall. Mikið eyðilegging?
Mikil eyðilegging, jú, og ég held að sé með þannig að þeir eru mjög mikið bara að varpa sprengjum núna, þeir eru ekki að sækja mikið fram, en það hefur það kostað á rosa mikið, Rússana sem sagt. Þannig að það er kannski smá svona ákveðin logn en samt náttúrulega að rigna niður sprengjum á borgir. Með tilheyrandi mannfalli. Já, og svo sjáum við hvað þeir ætla sér að gera næst til að reyna að skauta framhjá þessum þróuðu vopnum sem Úkraínumenn hafa fengið. Þannig það. Þetta er stutt yfirliti yfir stöðuna í dag, en núna ætlum við að fara langt í burtu. Við ætlum að fara ekki bara til Ástralíu, heldur ætlum við að fara fram á miðvikudaginn. Það er komin morgun í Ástralíu og Páll Þórðarsson er búinn að gera börnin sín í skólan. Blessaðu, Páll. Blessaðu, Gunnar. Það sem að við erum svona að velta fyrir okkur af því að hvort að sýn okkar á stríðið sé svona lituð af því hvar við erum, og þess vegna ætlum við að heyra í fólki annars staðar fyrir utan Evrópu á svona næstu dögum, en Ástralía er náttúrulega hluti af Vesturlöndum, þannig að þetta er nú eiginlega kannski svipuð viðhorf sem eru í samfélaginu þar. Er stríðið mikið mál í Ástralíu, aðalmálið í fréttum og í samtölum fólks? Já, það er það. Reyndar eina sem breytti aðeins stöðunni var að rétt eftir að innrásin byrjaði þá voru hér hrikaleg flóð, þannig að það tók svolítið svona tók í fréttunum á milli þessar flóða hérna og innrásin í Úkraínu. En já, það er rétt, við teljum okkur alltaf til Vesturlanda og til lýðræðisríkja, og hér er þetta jafnvel ef eitthvað er meira svona svart og hvítt heldur en á Íslandi að lang flest fólk telur að við verðum að gera allt sem að hægt er til að stoppa Putin. Það heyrist varla í því svona fólki sem ég kalla lygasögulið á Íslandi sem er að reyna að byrja að blaka Putin. Og það tengist endur líka því sem kannski að það er bara mjög kalt á milli Ástralíu og Rússlands í 8 ár síðan að Rússar myrtu á 4. tug Ástrala borð í MH17 flugvélinni yfir Úkraínu. Og sem Ólafur Ragnar Grímsson eins og frægt var kallaði hræðilegt flugslys til þess að reyna að ganga í augun á sendiherra Rússa. En það hefur aldrei gróið heilt á milli Rússa og Ástrala síðan, og reyndar einmitt var í fréttum hér fyrir 2-3 dögum að Hollendingar sem mistum enn fleira fólk borði í þeirri flugvél. Og Ástralar er að leggja á stað í nýja lögsókn gegn Rússum yfir þessi fjöldamorði í Úkraínu 2014. Sem að tengist þessum atburðum því að þetta tilheyrir yfirtökun og Krím. Já, og sko þetta voru uppreisnarmenn í Austur-Úkraínu sem að fengu eldflaugar frá Putin og skutu farþegaflugvélina niður, þannig að það er alveg beintenging á milli hryðjuverkana þannig 2014 frá Putin og innrásarinnar sem hann er að gera núna. En þannig að það er afskaplega það er ekki meira þess að þetta Trump-klikklið sem er hér, það heyrist ekki einu sinni í því, það er ekki að reyna að bera að blaka Putin, það er bara, það sést ekki, sem er svolítið, mér finnst svolítið athyglisvert. Ég sé það á Íslandi, það eru einstaka fólk sem komið svo langt inn í lygasögudæmið að það er að reyna að bera að blaka Putin, það sést ekki þó að sé koma úr sama hópi svona Trumpista og andstæðingabóluefni og allt það heldur sig á mottunni. En hitt sem kannski svolítið... Það er ekki út að saga í Ástralíu? Já, ekki með svona sömu útbreiðslu allavega. Það er alveg nóg að svona falsmiðlum hér undir yfirborðinu, og eins voru nokkri stjórnmálamenn sem fóru mjög langt í andstöðinni gegn bóluefnum, en þeir hafa ekki sagt múkk í þetta skiptið. Þeir ætla sér ekki að reyna að kaupa atkvæði á því að halda með Putin. Það er alveg klart mál. En það myndi það ekkert ganga. Nú er talað svona eina af afleiðingum þessa stríðs og harðra viðskiptaþvingana. Það er kannski skjótu því inn, Ástralía taka þátt í því, eða ekki? Jú. En Rússland er ekki mjög mikilvægt viðskiptalega séð fyrir Ástralíu og vice versa. Rússar kaupa ekki mikið á okkur, þannig að en Ástralir eru 100% með í öllum þessum viðskiptaþvingunum.
En eina af afleiðingunum sem talið að gæti orðið að þessu væri svona valda tilflutningur í heimspólitíkinni að þetta myndi styrkja Kína og maður heyrir það oft þegar maður talar við Ástrala að svona nærvera Kína og því ég kunni ekki að mæta það í kílómetrum en Kína líklega svona næsta heimsveldi við Ástralíu og það svona miklu nálægara í huga fólk sem býr í Ástralíu svona ógnin af Kína. Hvernig spilast þetta inn í umræðinu ykkur? Miklu meira heldur en í Evrópu og sem sagt það alveg hárrétt hjá þér að það hefur alltaf verið í þjóðsálum hérna svolítið hættan við innrásina á norðri frá úr Asíu og ekki algjörlega ástæðalausu því að Japanir réðust á norðurhluta Ástralíu í seinna stríði og síðan þá hefur Grýlan fast svona frá Japan til Kína og eins til Vietnam á sínum tíma og reyndar öryggislega séð þá alltaf hort til þess líka að næsti nágranni okkar í norðurs Indónesía með yfir 300 milljón íbúa og verður eitt af næstu stórveldum heimsins og líka múslimaríki þannig í varnarmálum hér líka svolítið hort til þess en samt fyrst og fremst það að ógnina Kína og þessi innrás í Pútins í Úkraínu hefur sett það aftur í sviðsljósið því það augljóst að Kínverjar tóku þann pól í hæðina að styðja Pútín og nú aðalega stóra spurningin hér og halda þeir til streitu við að hjálpa Pútín eða sjá þeir að sér. Það virðist vera að Xi Jinping forseti Kína hafi gert það bandalag við Pútín Ólympíuleikana því hann var að vonast til þess að þessi innrás yrði til þess að veikja Vesturlöndin enn frekar og þetta nýja öxulveldi einræðisríkjanna sem þeir mynduðu þannig að við sáum það fyrir sér að þetta yrði nýtt blómaskeið einræðisríkja í veröldinu og fólk lærði það að það væri best að reka einræðisríki til þess að fyrir farsæld heimsins en það ekki alveg að ganga upp hjá Xi forsetann og eins var líka mikið talað það hér á fyrstu dögum innrásinnar að Kínverjar myndu horfa og sjá hvað gerðist og ef það gengi upp hjá Pútín þá fengi þeir grænt ljós að ráðast á Tævan. En núna sem sagt, núna aðal spurningin svo, munu Kínverjar halda vináttu og stuðning sinni við streiti við Pútín eða eru þeir að bakka út og það eiginlega spurningin það hversu mikið völd Xi forseti hefur innan kommunistaflokksins og versus þeir sem að vilja kannski halda í betri samskipti við vestræn ríki út af viðskiptum og öðru. Svo reyndar ein aukabreyta komast inn í Kína sem ég held að alls ekkert verið talað á Íslandi og það það að þeir eru hugsanlega það bila að tapa baráttunni við COVID. Það gæti orðið dálítið mikið uppnám. Já, maður hefur séð það en má ég spyrja það einu að ekki Kína og Ástralía eins og bara vinir, það mikið viðskipti á milli og þeir hafa hver öðrum og eitthvað endilega sem að Kína að gera sem mjög óvinveitt? Nei, það mjög góður punktur að þeir í raun og veru samt ennþá vinir. Kína okkar stærsta viðskiptaland á báða bóla og til dæmis ég háskólaprófessor og það ennþá stærstur hluti erlendra stúdentar sem koma frá Kína. Það eru líka milljónir Ástrala sem af kínverskum ættum bæði á langfeðgatali síðan á 19. öld og eins mikið innflytjum síðustu 20 árin. Þannig að það mjög sterkt tengsl þar og mikið líka að millistétta fólk í Kína sem fjárfesti keypti í íbúðarhús og annað. Þannig að það mjög sterkt tengsl þannig. Það aðalega þetta með þessa útþenslustefnu Xi forseta sem hefur svona spilt í sambandi svolítið og Kínverjar voru líka á síðustu 2-3 árum að beita staðbundnum efnahagsþvingunum gegn Ástralíu. Þess að þeir bönnuðu til þess að tímabili innflutning á nautakjöti og eitthvað svoleiðis. Og eins hafa stjórnvöld hér ákveðið og það samstaða á milli flokkana það að auka útgjald til hermála. Það kannski alveg 100% samstaða það hvort það hafi verið rétt hjá stjórnvöldum hér að fjárfesta í þessum kjarnorkukafbátum en það virðist nú vera að verkamannaflokkurinn sem í stjórnarandstöðu segi núna að allir við höldum ekki bara áfram með það við vinnum kosningarnar. Kannski svona að fetta fingur út í hvernig var farið að því
að fjárfestingin sem kjarnorkukafbátum, en núna mitt verið að tala það líka, var það endilega það besti fjárfestingin ef við ætluðum að verja okkur gegn einhverju ógn frá Kína í framtíðinni. Það ekki víst að kafbátunum skipti mestu máli, það kannski ein reynslan af Úkraínu, það kannski meiri áherslu á loftvarnir og annað sem myndi skipta máli í einhverju framtíðar martröð þessi Kínverjar myndu ráðast á Ástralíu. Já, það sést þegar stríð brýst út hvað mun í raun virka og hvað skiptir máli. Já. Þannig að Ástralía hún svolítið að sameinast gegn Kína, aðalega kannski vegna aukina áhrifa Kínverja í Suður Kínahafi og Já, og þessar útþenslustefnu síforseta sem að, og það líka ýtti mjög mikið við mönnum hérna fyrir 2 árum þegar var það nánast að stríða á milli Indverja og Kínverja. En það sem ekki alveg gengið upp hér með bandalag vestrænna lýðræðisríkja að Ástralía byrjaði á þessu bandalagi sem var milli Japans, Indlands, Bandaríkjanna og Ástralíu. En Indverjar ekkert voðalega spenntir yfir því og þannig að það átti að vera fyrsta blokkin, en það svona hefur gengið almennilega upp og þess vegna breyttu kurs á síðustu ári og fóru þetta ásúk bandalag Ástralíu, Bandaríkjanna og Bretlands sem að svolítið skrítið finnst mér því að það er endar bandalag Ástralíu og Bandaríkjanna ekkert skrítið en Bretar á röngum stað og hnettinum til þess að hjálpa þetta. Komni svolítið langt frá en það er kannski ekkert nýtt fyrir þá. Nei. En varðandi, má ég að spyrja sko, verið að tala, hérna á Evrópu margir sem tala það að sko, ef Pútins ekki stoppar þá mun það bara halda áfram og fara inn í bara Finnland og Svíþjóð og guðma veit okkar ekki. Eru menn að tala það að það voru það breytingar í heiminum að það sé hægt að búast við því að Kínverjar ráðist á Ástralíu? Ekki kannski beint á Ástralíu, það var meira það að þessi innrás Pútins í Úkraínu, fólk sá það fyrir sér og öryggisráðgjafar hér að ef það gengi upp í honum, þá þið nánast bara tímaspursmál með hvernig Kínverjar myndu ráðast á Tævan, Tævan. Nei, ekki beint á Ástralíu, en ef að þeir heldur frekar það, þeir myndu fara í stríð á Suður Kínahafi og fara herja á nágranna sína. Og það gæti á endanum dregið Ástralíu og Bandaríkin inn í stríð því að ekki bara út af því Bandaríkin ætli sér að verja Tævan heldur líka það að þessar flutningaleiðir Suður Kínahaf myndu þá stíflast og öll viðskipti sem til dæmis milli Kóreu, Japans, Bandaríkjanna, Ástralíu og líka yfir á Indlandshaf. Þannig að það myndi enda einhvers konar stórstyrjöld líklega ef að Kínverjar myndu ráðast á Tævan. En það er svona frekar bara þetta prinsip að menn eru að harka aftur í seinna stríð sko, eiga lýðræðisríki að standa saman gegn því að einræðisríki telji það bara sé allt í lagi að ráðast inn í önnur lönd og taka þau yfir. Hvenær myndi sú þróun stoppa ef við létum það viðgangast? Svo eru kjarnorkuvopnin að flækja málun ansi mikið. Ansi mikið, já. Og er það ekki svo líka að ef það kæmi til slíks stríðs á milli Kína og Vesturlandana þá maður bara getur ekki séð fyrir sér hvernig í fyrsta lagi efnahagurinn færi að því við erum orðin svo samvofin, þessi 2 heimar. Ertu með einhverjar pælingar varðandi það? Nei, ég held að það sé kannski eina sem að fólk er að vona að Kínverjar sjái það líka, sko. Og ég held að svolítið skrítið að hugsa til þess, Rússland mjög veikt efnahagslega séð. Efnahag þess ekki mikið stærri heldur en efnahagur Ástralíu þó að séu 5 eða 10 sinni fleiri íbúðar. En Kína allt annað breyta. Já, það eina það þegar olíuna, en ef við lítur á gross domestic product þá þetta tiltölulega fátækt land og jafnvel þá sé 150 milljónir íbúðar. Meðan að Kína miklu stærra efnahagslega séð. Páll, þú nefndir COVID og þú nú eins konar sérfræðingur í COVID og ég heyrði það á röddinu að þú ennþá með COVID sjálfur. Nei, ég búin að jafna mig, ég búin að vera neikvæður síðan helgina. Okay. En því þú nefndir þetta með COVID í Kína, kanntu að útskýra það fyrir okkur? Já, það núna konar nokkra borgir í algjört lockdown í Kína, það að reyna að slökkva á Omicron. Og ég sá þetta á Twitter í gær, sko, ef þú tekur með síðan Shanghai og fleiri borgir sem konar í svona hálfgert lockdown, það eitthvað með 100 milljónir Kínverja núna í einhvers konar
lockdown og Omicron bara svo ríkalega smitandi að þessar, og það var það sem við lærðum hér í Ástralíu, sko, við vorum með þessar lokunarstefnu í langan tíma en þegar Omicron kom, þá bara gekk þetta ekki upp, ekki einu sinni í Vestur Ástralíu sem frekar einangrun. Og kannski sést líka á Hong Kong að þeir á ekki við það en það er kannski það sem er svona óbænlegast að horfa á í Hong Kong það að bólusetningarhlutfallið hjá þeim var ekki eins gott og hér. Þannig sem hefur að gerast hér til dæmis, Vestur Ástralíu hafði ekkert COVID þangað fyrir einu mánuði síðan, núna bullandi COVID. En það mjög lágt hlutfall dauðsfalla því að það svipað á Íslandi með bólusetningarhlutfallið. En í Hong Kong höfðu ekkert gert almennilega í það að fá gamla fólki til að bólusetja sig. Og þar sjá mannfall bara svona eins og var í Evrópu fyrir ári síðan. Þannig og ef talað í Kína sé ekkert mikið betra. Og það líka hluta til tengist þessi Sinovac bóluefni sem Kínverjar þróuðu. Það var ekki það virðist ekki verið jafn sterkt og hinn að koma í veg fyrir mjög alvarlega sjúkdóma. Og ég held að sé aðalega það sko Kínverjar búin að vera lokað núna í 2 ár og þessar borgir að fara í eina lokunna. Og það alveg, þó að þessi innræðisríki, það alveg spurning sko hvað mun fólk lengi halda sig á móttunum við það. Og einstað að staða Xi Jinping forseta í Kína hefur verið mjög sterk síðustu 2-3 árin í og með út af því að honum hefur tekist að halda COVID út úr Kína. Þannig að það er spurning ef hann missir þetta út af höndunum á sig núna hvað gerist á sama tíma og vinnur hans Putin í Úkraínu ekki að vinna glæsta sigra eins og hann voru búin að lofa honum þegar þeir voru á Ólympíuleikunum. Já, herðu, þannig er enn eitt sem við þurfum að fylgjast með, það er útbreiðsla COVID í Kína og hvaða áhrif það hefur á pólitíkina þar. En Páll, ég þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur rapport frá Ástralíu. Sömuleiðis, Gunnar. Já, við bara heilsu öllum down under. Já, sömuleiðis. Allveg, blessaður. Og eins og ég sagði áðan að þá ætlum við að halda þessu svolítið áfram í næstu þáttum. Við ætlum að heyra í fólki frá sem býr í Peking og Mogadishu og Lima í Perú og víðar heiminn til þess að svona reyna átt okkur á því hvort það sé öðruvísi sjónarhorn af stríðið séð þaðan úr öðrum heimslutum. En á leiðinni inn í stúdíóið er góðu gestur, Gunnar Þorri Pétursson. Velkomin. Takk. Þú fyrst þýðingaverðlaun til hamingju með það fyrir að þýða stórmerkilega bók eftir frábæran höfund. Má ég spyrja fyrst á hverju þýddir þessa bók? Þetta var nú bara draumur útgefanda míns, Maríu Ránar, að Svetlana Aleksejevits kom til Íslands á bókmenntahátíð. Og í kjölfarið að þá fekk María áhuga á að þýða þessa bók og ég var þarna að þýða Vanja frænda eftir Tjekhov og þegar hún leitaði til mín og ég sló til. Þetta var einhvern veginn hið fullkomna framhald af Vanja frænda sem gerist þarna þegar að hnignunin sem mest áður en að byltingin verður. Og tómhyggju millistéttarinnar. Já, þar sem að samfélagið er að sigla feigðarósi en enginn getur gert neitt í neinu, þannig að það eru allir bara á þessu sveitasetri að tala saman að þér virðist ekki neitt en í raun það bara er allt undir. Svolítið eins og í verkum Ragnars Kjartasonar, það er oft þessi stemming. Já, enda hann undir gríðarlegum áhrifum frá Tjekhov. Ég kallaði nú bara oft Ragnar Kjartanovits svona verk eins og Visitors til dæmis. En hann skynjar okkar tíma einhver leiti með sama hætti. Já, það er náttúrulega á okkar tíma er sama þversögn og er í gangi á tímum Tjekhovs. Það er annars vegar þessi mikla framfarahyggja sem í okkur kemur núna fram í 4. iðnbyltingunni og tölvum og öllu þessu og svo himboðin þessi ótrúlegi dekadens, þessi hnignun. Og Tjekhov, hann er einhvern veginn að skrifa á þessum mótum en hann er náttúrulega svo merkilegur höfundur af því að hann predikar ekki. Hann er læknir og hann kemur með diagnósu og hann veit að skáldskapur þarf að lúta lögmálum skáldskaparins. Og þetta leikrit endar á
frægri einræðu Sonju sem nú eina frægari einræðum leikbókmyndana og hún endar með að segja þessi orð við munum anda léttar aftur og aftur við frænda sinn Vanja og svo var bara síðasta sýning felld niður vegna þess að þá var farsóttin mætt á staðinn og hérna Og enginn andaði léttar. Nei, Katrín Halldór var að anda ekki ennum grímu í staðis anda léttar og bara þegar að fyrsti fundur hérna almannavarna var haldinn að þá settist ég niður og byrjaði að þýða þessa bók. Eitt svona mesta ógnarviðburð kannski bara sem að við höfum upplifað, Tjernobyl, það var. Já. Hvað, vannst eftir því? Þú ert svo, þú ert verið rúmrúlingur. Já, ég var 6 ára. 6 ára, þetta er svona. Nei, fyrir ekki 8 ára þegar þetta gerðist. Já. Vannst eftir því? Já, ég man mjög vel eftir þessu, sko, að hérna, ég var mikið, sko, fór í friðagöngur og ég man svo vel eftir þessu kaldastrís andrúmslofti og ég tók þetta svo sterkt inn, sko, að það væri þessi rauði hnappur sem að væri hægt að íta á og þá væri bara hægt að sprengja upp allan heiminn og þetta bara einhvern veginn rústaði minni æsku bara þessi vitneskja og hérna og 1986 finnst mér vera bara rosalega merkilegt ár, þú veist að það Challenger-slysið og í janúar og svo Olof Palme skotinn í febrúar og svo kemur Tjernobyl-slysið í apríl, þetta er ótrúlegt Það finnur til með þessum 8 ára dreng sem þurfti að þóla þetta. Já, en þegar leiðtogafundurinn kemur í október að þá fylgdist ég mjög grannt með honum og svo þegar að Reagan og Gorbachev skrifuðu undir útrýmingu meðaldrægra og skammdrægra vopna þá sko var ég við sjónvarpsskjáinn og fylgdist með því að þeir skrifuðu örugglega undir hverja einustu síðu samningsins. Svo var náttúrulega Donald Trump sem að rifti þessu samkomulagi og í kjölfarið daginn eftir rifti Rússar því sko. Þannig að það er bara En andaður léttar eftir að þú sagði þetta við eyðilagt æskuðina þannig að 8 ára, andaður léttar eftir fundin í Höfða Sko Eða fylgdi þér þetta inn á unglingsár þessi hugmyndum að heimsættir væri bara mögulegur Já, hún nefnilega gerði það og þess vegna þótti mér tímandi svo skrýtnir í kjölfar hruns Sovétríkjanna þegar að Francis Fukuyama skrifar að við séum bara komin að endalokum sögunar og við okkur blasir bara það verða engar stórar breytingar og við munum bara njóta ávaxtana og gjörum svo vel, gerum það ávextir vestrarins kapitalisma og mér þótti þetta svo skrítið þannig að ég var einhvern veginn alinn upp í einhverju allar mínar svona pólitísku hvatir voru svo allt aðrar og þess vegna finnst mér núna bara með hamfarahlýnun og þessari innrás að þá einhvern veginn er ég aftur komin heim, ég er aftur þetta er hræðilegu tími en það er samt eitthvað svo kunnulegt við þetta og þetta byrjaði einhvern veginn þegar ég var að þýða þessa bók Já, og það er þannig að leikritið er að klárast Já. Og þá sitja allir upp grímu og þá lappar þú heim með bókina til þess að fara að þýða bókum kjarnorkustríð þegar að faraldurinn skellur á hér. Þannig að þú ert að hugsa kjarnorkuslys samhliða faraldurinn. Já, og þegar eldgosið varð og maður sá blámann yfir Keili, þá var mér bara að hugsa til blámanns eftir sprenginguna í 4. kjarnakljúnum sem að íbúar Pripyat fóru út á brúna til þess að dástað. Það er kafli í þessari bók sem heitir við vissum ekki að dauðinn gæti verið svona fallegur. Og þannig að þetta varð svona, ég bjó í einhverjum svona hliðarveruleika, einhverjum hýbrid heimi sem var einhverjum á milli 1986 og 2020-21 og En heldur að þú, þegar þú sérð blámann, heldur að það sé hvað þér, sett eitthvað skrítin, eða heldur þú sért svona læs á einhverju ógn sem er í okkar samtíma? Ég held hvort tveggja. Þarna er maður bara að tengja sig við fávitan eftir Dostojevskí að vera í senn sjáandinn og hið heilaga fíbl. Já, og það er ekki hægt að sjá nema maður sé hið heilaga fíbl.
kannski ekki. Og það er líka mjög merkileg reynsla að þýða bók, að þú verður að sýna svo mikla auðmýkt, þú verður einhvern veginn algjörlega að afklæðast sjálfum þér og svo verður að þýða hvert einasta orð, þú verður að velta við hverjum einasta steini og eins og í tilfelli þess, það hvert þýðingaverkefni með sína áskorunir, í þessu tilfelli að þá maður bara með Svetlana tekur sérst viðtöl við bara hundruð manns sem með einum eða öðrum hætti einhvern veginn lenda í þessu slysi. Það bara konan í bakaríinu utangarðsmaður sem að flytur inn á hættusvæðið eftir því lokað og pólitíkus og menntaskólakennari og krakkar, börn og svo framvegis og hún lætur bara þetta fólk tala. Hún heldur sér algjörlega til hlés sem höfundur, þannig hún hlusta bara á eina manneskja fætur öðru og ferða á svona trúnó með henni. Þetta eiginlega blaðamennska? Þetta við fyrstu sín blaðamennska, en þetta ekki blaðamennska þegar nánar aðgáð. Hvernig hún setur þetta saman upp skaldskapur. Og vegna þess að það þarna höfundur á undan henni, Fjodor Dostojevskí, sem náttúrulega frægur fyrir þetta, að láta persónu sína bara tala til síðasta orðs og þessar löngu einræður sem að fara svo óstjórnlega í taugarnar á mörgum. Að þetta hans kennimark og þetta gerir hann í trúarlegum tilgangi til þess að manneskjan tæmi sig, til þess að hann geti einhvern veginn átta sig á innri sannleika persónu sinnar og hann sjálfur leyfir persónu sínum bara að taka völdin í sínum skáldsögum, þess vegna kallaði Margareta vegna þess að hann telur þetta vera mögulegt að persónan einhvern veginn lifni þannig við að hún fari að sýna eitthvað sem að höfundin hefði bara ekki flögrað fyrir og Svetlana beitir sömu aðferð og það þessi sama aðferð líka við að fjalla hið ósegjanlega, þetta traumatíska. Það allir þessi þrípunktar í þessari bók og þessi hik, þessi brotna ræða sem að smá saman líkur upp einhverju tráma sem að manneskjan gat ekki talað En heldur að hún vinni svona vegna þess að hún náttúrulega kemur frá þessu svæði sem að gangi gegnum mikla hörmungar og átök og þrengingar og allt svoleiðis, það sem að ekki má tala raunverulega. Heldur að þetta sé svona aðferð sem að hún finnur vegna þess að hún eiginlega að gefa bara sinni þjóð og allir þessu fólki, það að gefa svona margar raddir, að hún sé að reyna að skrá hvernig Rússlandi, Úkraínu líður. Já, ég held að það sé mjög mikið til í því. Ég meina, þegar Tjernóbylsleysi verður þá kemur einhver svona opinber skýring á því en hún setur sér að hún segir ég hef ekki áhuga á sögulegum staðreyndum heldur tilfinningarlegum staðreyndum og hún hefur áhuga á einstaklingnum og ég held að það sjálf rétt hjá þér að hún að smala saman öllum þessum röddum til þess að búa til eitthvað mósaík og hún var einu sinni spurð telur þú að þú getur sagt sannleikann? Þetta náttúrulega mjög umdeilt Er þetta einhver sannleikur að láta taka niður það sem að fólk segir og þú ert náttúrulega ritstýra þessu og svo framvegis og þú ákveður uppsetningun og allt það getur þetta einhvern veginn verið sannleikur og hún segi nei það enginn sem getur sagt sannleikann aftur á móti þá held ég að við getum með ef við höfum einlagan ásetning slegið svona hring í kringum sannleikann og ef við ljúgum ekki og ef við komum heil að þessum hring þá getum við haldið línni fyrir utan hringinn og mér finnst það að vera það sem hún að gera í þessari bók hún slær svona eins og einhverjum eldhring í kringum þetta mengi og svo hún þarna í þessu mengi og það engin ein rödd eða eitt sjónarhótt sem miðla sannleikanum en við erum stödd þarna inn í mengi sannleikans. Við getum fundið svona fyrir nærveru sannleikans ef við erum í svona ring þar sem að enginn lýgur. Eitthvað þá verið. Já. En ef ég myndi spyrja þig hvað þessi bók? Hvaða sannleikur eða saga brýst út úr þessu? Já, það náttúrulega bara mjög merkileg saga af lífinu sem að tók við eftir að Tjernóbylslysið
átti sér stað og það til dæmis þetta fólk sem að ákveður að fara aftur á svæðið og bara halda áfram að búa þarna og þannig að þetta svona Tjernóbylslýsið svona eins og heimsendir og svo byrja ný sköpunarsaga og undirtill bókarinnar framtíðarannáll og Svetlana segir í svona formúla sem hún hefur að það sem að hafi þegar allir á botni kvöld heilla hana við Tjernóbyl hafi verið eða dregið hana til sín hafi verið ráðgátan sem að Tjernóbyl og hún segir þetta einhver atburður sem við gátum ekki skilið á þeim tíma og þetta ráðgáta handa 21. öldinni og hún skýrir þess að undirtill bókarinnar framtíðarannáll. Og sem sagt hvaða atburður þetta var raunverulega. Já. Það ekki hægt að skýra með því að segja hvað gerist tæknilega og hvert skýið fór og allt svoleiðis. Heldur verður það að skilja hvernig samfélagi hélt áfram og á hvaða forsendum, hvaða áhrif þetta hafði á okkur. Hún segir, íbúar Hvítarúss svona eins og svartikassinn í flugvél. Hann hefur að geyma, Hvítarússar hafa að geyma einhvern mikilvægan sannleik sem við þurfum að hlusta á og svo gefur hún fólkinu orðið og þarna bara svo rosalega margar sögur sem að koma og það svo margar svona bara tilvistarspurningar og mörg temu. Til dæmis eitt þeirra stórsagan versus saga einstaklingsins og minnst það líka mjög áleitið til dæmis í þessari stöðu. Já. Og þarna kemur til dæmis það hvattur þarna til maður og þeir bara teknir inn sem hreinsunarmenn bara mjög hratt. Þeir bara staddir í Moskvu og þeir fá kallum að mæta á þessum stað á hádegi og svo bara farið með þá og þeir vita ekkert í hvað þeir komnir og svo allt í einu þeir bara staddir þarna upp á kjarnaglunum og að hreinsa og einn af þessum mönnum að hann konan hans hefur haldið fram hjá honum og hann nýbúinn að átta sig á því þegar hann kallaður og hann að gangi í gegnum alla þessa stórsögulega atburði en hann alltaf að hugsa þetta framhjáhald og hann mjög lesið maður og hann vitnar hann í sögu eftir Leonid Andreev sem fjallar krossfestingu Krists en séð út frá manni sem að verður vitna þessu en með tampínu. Skilur ekki, þetta eiginlega atriði úr Monty Python myndinni. Já. Það sem að rífast og missa af þessu, missa af fjallræðinni. Já, einmitt. Og þetta fannst mér mjög áhugavert til dæmis að því ég var að þýða þetta á þessum COVID-tímum. Þá fannst mér þetta mjög áhugavert og þessi svona, að því að það annars vegar þessi stórsaga og þér talin trúum að þér eigi að líða svona og svona og svona. En svo þú að gangi í gegnum eitthvað annað og það alls konar hluti sem að klessa á þetta og þessi árekstur eitthvað verður svo forvitnilegur og segir okkur svo margt bara mannlegt hlutskipti og ég held að þetta sé einmitt eitt af því sem við getum byrjað að skoða þegar að smá tími liðinn frá svona risavöxnum atburðum. Við höfum aldrei skilja innrásina í Úkraínu núna. Já, það nú það ég sakna alveg rosalega þessa sjónarhós sem að Svetlana kemur með í þessari situasjón sem við erum stödd í núna og ég sakna þessa sjónarhós líka bara varandi atburði í sögu Íslands eins og til dæmis bara hrunið eða eitthvað slíkt. Það hefði verið ótrúlega dýrmætt að sagna saman þessum röddum þessa ólíka fólks sem að einhvern veginn hrunið snerti og Ég hugsaði þetta ef ég má skjóta inn því að fyrir 3 árum held ég að þá fór ég og konan mín hringinn í kringum landið og við tölum við leigjendur og vorum að safna saman svona ólíkri stöðu leigjenda og svo þegar vorum við að keyra vestur og Vestfirði og vorum svona á Norðurlandi ég held ég að vera nálgast Blönduós að þá svona hugsaði maður
rosalegur atburður var hrunið af því að svo margir sem eru á leigumarkaði sem mistu húsnæði sitt eða voru í þessari stöðu og einhver leiti út af hruninu. Já. Og þá það einmitt eins og ég held að þú sett að lýsa. Það hrunið sem hefur áhrif á fjölskyldur út allt Ísland. Já. Sem saga sem aldrei hefur verið skrifuð. Nema kannski sem einhvers svona réttlætisbarátta hóps. En hvað þetta áhrif þetta hafði á fjölskyldur hefur bara aldrei verið sagt. Nei, nákvæmlega. Ef ég skilði rétt, þá að tala svona hluti. Já, þetta einmitt það sem einhvern veginn. Þetta þessu eitt af því sem ég finnst einhvern veginn gera þessa bók merkilega og einhvern veginn gerir hana svo sko nærtaka maður, einhvern veginn tekur hann svo inn á sig því að maður bara að fara á eitt trúnó og fætur öðru og manneskjur að segja manni bara ofta mikilvægasta sem hann lenti. Þetta alveg rosalegar ástasögur bara til dæmis í þessari bók og rosalegar svona pælingar með sko náttúruna og sveitina með þess að Hvítarhús landlugt land og þetta bara bændaþjóð sko og þeir eru með rosalega sterka tengingu við náttúruna og þannig að það bara svo margt svona sem maður bara fyrir að skynja svo sterkt í gegnum þessar frásanir sko. Já. Þetta svona húmanismi að horfa á stórviðburði út frá svona verðmæti hvers einstaklings. Já. Að við eins og þú lýsir þessu. Já, hún segir sko, þú veist, ef ekki hefði verið fyrir Dostojevskí þá hefði ég ekki lifað af líklegast í þessu kerfi sem Sovétríkin voru. Og það hlýtur að vera út af því að Dostojevskí, þetta er náttúrulega hans framlag að sína fram á maðurinn, hann passar ekki inn í einhver kerfi. Hann óskynsamur í eðli sínu eins og þessarnameistarinn í minnisblöðum og undirtjúbunum segir sko að 2 + 2 eru 4, það hljóma mjög vel en maðurinn hann mun alltaf reyna eitthvað til að sína fram á að 2 + 2 eru 5 gæti verið mjög áhugavert og maðurinn bara getur ekki sætt sig við að vera píanónóta á leiklaborði að það alltaf eitthvað sem að gerir uppreist gegn því og mér finnst hún einhvern veginn draga þetta mjög sterkt fram eða svona vera svona fara svolítið í fótspor Dostojevskís og líka svona trúarlega að því að þessi bók heitir Tjernobyl bænin og hún náttúrulega, þetta sko í raun liturgía og þetta eru 3 hlutar og hver hluti endar á kór sem einhvern veginn líka mjög trúarlegt og þessi kórin minn mann líka á grísku harmleikina og þarna mjög mikið verið að vísa í biblíuna þannig að maður fær ofsalega svona djúpa sneið. Hún notar öll tæki sem til eru til þess að reyna að ná utan um sannleika. En segja, má ég spyrja þig, hvernig kynntist þú Rússlandi? Dostojevskí. Nei, ég var náttúrulega alltaf mjög áhugasamur Sovétríkin og svo Rússland. Tók það við eftir þarna leiðtogafundina þegar losnar við kjarnorkuóttan? Ég myndi segja að ég hafi orðið mig bara upptekin af Ameríku og Evrópu sem táningur og á snem fullorðins árum. Svo gerist það á áramótum 1998-9 að ég fer að finna, 1998-1999 ég fer að finna fyrir eitthvað svona torkennilegum kviðarverk og ég held að þetta sé bara einhver áramóta kvíði og að reyna bara að drekka hann frá mér allt kvöldið en hann bara ágerist þar til á endanum að ég bara skríð heim í föðurhús og það færi beint með mig á spítala og þeir vita ekkert hvað að mér og bara láta pappa fara út úr herberginu og segja bara hvað þú verið að innibyrða í nótt og þeir leita og finna ekki neitt og í lokin kemur ljós að ég með bottlanga sem alveg við að springa nema bottlangin kolvitlu staðsettur í mér þannig að þeir byrja að skera mig og þetta bara eins og ég með einhvern skurð sem bara eins og eftir dósaupptakara sko. það bara risastór skurður og þetta einhver skógaferð sem þeir fara til að finna loks þennan bottlanga og rétt ná að aftengja hann að hann springur og í kjölfarið þá þurfti ég að vera á morfinni lengi og þá bað ég fávitan og ég las hana og ég var bara
var bara svo undrandi, ég bara vissi ekki að þetta væri hægt. Þetta var hægt. Og þá fór ég að lesa bara allt sem ég komst yfir eftir Dostojevskí og svo allar ævisögur Dostojevskí og rússnesku 19. öldina og aðra rússnesku 19. aldar höfunda og svo var þetta bara eitt leita öðru og ég varð að fara til Pétursborgar sko og hérna þá var búið að leggja niður rússnesku við Háskóla Íslands og þannig að ég fór þarna bara nánast á hans að kunna neitt sko og hérna fekk rússneska styrkinn og hoppaði hefði mín lofti þangað til kostaði að rússneska styrkurinn var 1100 krónur á mánuði þannig að það geta hækkað frá hruni Sovétríkjanna og ég bara hringdi í sendiráðið bara þetta lítur einhvern mistök að vantar nokkuð 0 hérna fyrir aftan og þeir sögðu já það er rétt já það er heldur mistök það er búið að lækka úr 1100 krónum í 900 krónur og þannig ég fór með hennar 900 krónur styrk á mánuði hérna til Rússlands og það var náttúrulega algjört ævintýri sko, að fara til Pétursborgar og... Hvaða ár er það? Þetta er 2067. Nú, þetta er blómatíma Pútins, þegar hann nýtur mestra virðingar bæði heima og erlendis. Sko, Anna Politkovskaja, hún var skotin bara innan við 2 vikum eftir að ég kom sko. Ég var bara nýkomin þegar hún var skotin. Og hvaða samfélag var þetta sem að þú komst inn í þetta? Svo, sko, hvað skal ég segja? Sko, ég hafði lifað í einhverjum svona ímynduðum veruleika í Reykjavík mörg ára á undan sem var einhver blanda af Rússlandi 19. aldar og Reykjavík 21. aldar og ég var einhvern veginn svo heillaður af þessum Dostojevskí skáldsögum þannig að þegar ég kom þangað þá einhvern veginn hafði ég engan áhuga á eitthvað svona stúdentarlífi eða eitthvað svoleiðis ég bara fór beint inn í þennan Dostojevskí veruleika og ég bjó og ég meina var hann gastu fundið hann í Pétursborg 2006? Já, hann var nefnilega ennþá þarna og ég sem sagt flutti í hverfið það sem að Dostojevskí bjó svona, hann var alltaf að flytja hann var alltaf náttúrulega að flýja lánadrottna og sem að þú líklega þurft að gera með 900 kalliðinn? Já, einmitt, sko. Ég fann þannig íbúð sem að var í hverfinu þar sem að glæpar og refsing gerist og margar af þessum bókum gerast og það var ennþá mjög Dostojevskíst umhverfi. Og margar fjölskyldur sem að bjuggu einhvern veginn og svona stigagöngum og bara einhvern veginn svona óþægileg nálægð við alla og já, einmitt og svona alveg ótrúlega mikið rugl og svona kjaftaði og erfiðleikar og pirringur sem maður þoldi vegna þess að mitt í þessu öllu þá fann maður alltaf eitthvað algjört skíragull og eitthvað svona sem að maður bara hugsar, þú veist, það getur enginn tekið þetta af mér og mér finnst það líka svo mikilvægt nú á tímum veist, það er enginn þinn ljósmynd að þessu eða myndskeið að þessu, þetta er bara mínar minningar sem að hafa mótað mig og ég get ekkert miðla nema einhverjum hluta, það er svo bara mikilvægt að eiga þennan innri veruleika og þarna einhvern veginn þarna bara upplýði hann mjög sterkt og maður bara líka Rússar eru einhvern veginn svo góðir konversjónalistar sko, þú veist, þeir eru svo góðir í að tala bara bæði einhvern veginn fyndnir og svo heimspekilegir í samræðum sko. Stórkostleg menningarþjóð. Já, og svona þessi einstaklingshyggja sem að við einhvern veginn erum alin upp í að þú veist, hún er einhvern veginn ný fyrir þeim, þeir eru svo miklu, þú veist, þeir eru bara svo miklu tengdari fjölskyldunum sínum og það að vera vinur einhvers er einhvern veginn eitthvað svo miklu, teki bara svo miklu meira miklu alvarlegar einhvern veginn, finnst mér heldur en hún er alltaf farin að alhæfa
sem að... Þú bara að segja frá þinni reynslu. Já. Tökum við bara þannig. Já. Þannig að þetta Rússland sem að þú ert að sækjast eftir og finnur, það ekkert svona Rússland stjórnmálaskýrandans. Nei, ég held að ég hafi tekið svolítið með þetta ákvörðun það að því að það var líka náttúrulega allir þessi kommuníski, sósíalíski, öll sú fortíð og að Sovétríkin séu þetta fyrirheitnaland vinstri manna á 20. öld og svo öll sú dramatík að ég vildi einhvern veginn ég þekkti hana bara nokkuð vel en ég vildi einhvern veginn fara aðra leið. Hvernig þekktur hana því að svona sósíalistar á Vesturlöndu voru kannski að gera upp fyrir Sovétríkin 1956? Já. Áratugum áður að þú fæddist? Já, en ég meina þú veist Halldór Laxness var bara mjög sterkur presens í bara menningarlífi Íslendinga þegar ég var að alast upp og sem og Þórbergur Þórðarsson og þú veist ég las Sálminn blómi þegar ég var barn, bara eins og barnasögu með öllum þeim köflum þú veist Stalín sem að eru þar og þú veist það var allt bara þetta var allt bara svart og hvítt þú veist þetta var svo þú veist þetta hægri vinstri var svo rosalega lifandi og svo þú veist fór ég í MH og þá hérna sem vinstri skóli já, og móti hægri skólunum í Vestló já og þá alltaf kynntist maður vinstri mennsku og hérna það rúmast í þessu ég hérna í sko bor með mynd af Dostojevski en þetta í Che Guevara skapalóninu sko það kannski skýrir ágætlega mína afstöðu sko að þegar ég fór þarna út sko að ég einhvern veginn var að skapalónið var þessi hérna áhugi vinstrimanna á Rússlandi og Sovétríkjunum en ég var einhvern veginn að reyna að setja ykkur aðra mynd inn í skapalónið sko og svo svona gagnvart þessum nútíma stjórnmálum í Rússlandi þessi stjórnmál sem var svona taka við þarna eftir hrun Sovétríkjanna. Og náttúrulega ólígarkonum sem hafa bara tekið til sín eða allan mátt í samfélaginu. Já. Allt atvinnulíf og efnahagslíf og... Mín afstaða var einhvern veginn svo að þetta væri kjaftaði sem að ég gæti ekki hnikað á nokkurn hátt. Þannig að og það var bara svo mikill mismunur á því hvernig talað var Pútín í Rússlandi og hvernig var talað hann á Vesturlöndum að ég nefndi ekki að ég var einhvern veginn þegar ég kom til Íslands þá var ég einhvern veginn alltaf farin að verja Pútín á þess að ég væri sammála honum. Það gekk fram að þér hvernig Vesturlanda búið að tölum. Já. Og þannig að þetta var svo mikil þvæla og ég bjó í þessum merkilega hliðaveruleika sem að bókmyndirnar höfðu gefið mér og þar hreiðraði ég mig og það ekki fyrir núna að þessi innrásverður að þá ég hef verið í bara mjög mikilli tilvistakreppu síðan sko að því að það táknar einhvern veginn endalók þessa hliðarveruleika fyrir mér sko eða þú veist þá einhvern veginn allavega tímabundið. Þessi raunveruleiki bara búin að ryðjast inn. Já. Og þá má ég spyrja, heldur ekki að þessi margir Rússar sem að raunverulega taka þessa ákvörðun sem að þú segist hafa tekið sem að bara horfa ekki til stjórnmála að það sé nokkuð sem ég get eftir áhrif á og ég verði bara að lifa í einhverjum, þú veist, fólk verður að geta að lifa góðu lífi undir harðstjórn. Já. Og menn taki það ákvörðun og eru þar leiðandi kannski vegna bara upplifa það og vita það að þeir geta kannski sáralítil áhrif aftur á þetta. Já, ekki bara það heldur. Eru þið sérfræðingar í þessu og þetta bara löng, ótrúlega merkileg hefð að Rússland bara á einhverju miðaldastigi. Þeir missa af öllum þessum byltingum í Evrópu, endurreisnin fer fram hjá þeim og þú veist, uppgangur borgarastéttar fer fram hjá þeim. Þetta fer allt saman fram hjá þeim og það ekki fyrir þegar Pétur Mikli kemur að þá einhvern veginn þvingar hann Rússland til nútímans og hann lætur byggja Pétursborg sem að til dæmis þegar ég var í Pétursborg þegar maður var að labba Pétursborg með til dæmis þessu frökkum þá fór ég bara svona eitthvað óstjórnlegt yfirlætislegt hlátuskast þeir voru staddir í Las Vegas
Þess að Pétursborg, eins og Alexander Herzen segir að Pétursborg einstakað því leytinu til að hún reynir að apa eftir öllum helstu borgum Evrópu. Það var þess að skilja þér almennilega. Já. Þannig að Pétursborg eins og Las Vegas 18. aldar eða eitthvað og 18. og 19. aldar. En svo náttúrulega kemur þessi rússneski þessa rússneska birta á þessa borg sem að gera hana náttúrulega einstaka og svo ótrúlega ljóðræna. Kemur eitthvað allt annað upp úr þessu heldur en eftirherma. En á tímum Péturs mikla þá rússar eftirhermur og þeir eru að apa. Svo ekki fyrir nú 19. öld sem þeir fara að skapa. Þá kemur Pushkin. Fake it till you make it, sagt. Já, og þeir eru, þeir þurfa að læra. En þeir eru ekki með neina heimspekihefð. Það eru bókmenntirnar sem taka það á sig. Þannig að rithöfundur þarf að skrifa frásögn sem að heldur athygli en þessar skáldsögur eru alltaf serialiseraðar í tímaritum, þannig að þú þarft að gera sögur sem eru það spennandi að lesendur haldi áfram lesa. Sjónvarseríur bara, þú ætti að vera með hábúntaði reglulega. Já, og til dæmis bara það þannig eitt tímarit kringum 1860 sem með 2 framhaldssögur, Glæpur og refsing og Stríð og frið. Þetta er alltaf ótrúlegt. Og Tolstoj fékk helmingi meira borga heldur en Dostojevskí. En þannig að rithöfundurinn með þær skyldur, svo hann líka með pólitíska skyldur, vegna þess að það eru ekki frjálsskoðanaskipti og þá fær höfundurinn líka þessa skyldu að ná einhvern veginn að setja fram helstu pólitísku mál tímans greina samfélagi rétt en samt undir rós, samt á þann hátt að það lendi ekki í ritskoðuninni. Þannig að þá kemur þessi svona ótrúlega esópíska hefð sem að gerir rússneska skáldskap svo ótrúlega djúpan og marglaga og þannig að ég geng inn í þessa hefð og ekki nú með það heldur, svo koma gagnrýnendur, bókmenntafræðingar og þá mæta þeir með sínar spurningar undir rós og setja þar fram í gagnrýni á skáldsögu. Þannig að þá eru fræðin líka komin í þessa duldu samræðu og út úr þessu verður bara svo ótrúlega magnaður vefnaður að maður getur bara endalaust týnt sér í honum. En þú lýsir þessu, þú segir þetta sé hliðarveruleiki, en svo lýsir þessu eins og þetta sé raunverulega Rússland. Því að það er ekki hægt að lifa í Rússlandi nema þarna inni. Já. Vegna þess að stjórnmálin eða ríkisvaldið og þeir sem að fara með völdin í þessu samfélagi, fara með auð og völd, að þeir eru í engu tengslum við þennan veruleika, eru ekki að þjóna fólkinu, þurfi ekki að fá umboð frá því, sækja ekki til þess. Nei, það er einmitt einn af viðmælendum Svetlanu Aleksejevits sem segir Rússland Guðs útvalda þjóð stjórnað á glæpamönnum. Og það eins og mjög merkileg grein eftir Sorokin, rússneskan rithöfund, sem að birtist bara nokkrum dögum eftir innrásina og þar hann að rekja þetta hvernig með Ívani Grimma og þessari Opričina sveit undir honum, þar sem hann safnar saman mönnum og kippir þeim út úr sínu fjölskyldu aðstæðum og lætur þá verða svona eftirlitssveit sem að hreinsar til og þessi strúktúr að vera með þennan grimma, sterka, alvalda leiðtoga og svo þessa sveit undir honum, þetta bara módel sem að kemur hann fram á 16. öld með Ívani Grimma og hefur ekkert breyst. Það bara sem hvort þetta kommunismi eða Nýja Rússland eða hvað. Vinnur allt. Þetta kerfi vinnur allt. Já, þetta einhver píramídi. Getur tekið hvaða hugmyndastefnu sem og gleypt hana. Já, og Sorokin þessi, hann núna, hann sem sagt lendi í stjórnvöldum, hann fór að fá einhverjar sendingar af einhverju alls konar skrýtnum hlutum til sín og hann bara tók svona ákvörðun að hann og konun hans bara pakkuðu öllu og
kerðu til Íslands og settist þar að í skógi og hann skrifaði á 1 mánuði skáldsögu sem að gerist í árið 2000 og þetta var fyrir nokkur mánuð síðan, hún sem gerist 2028 og það búið að endurvekja keisaran í Rússlandi, hann alvaldur og það búið að loka Rússlandi, það eina sem að fer út úr Rússlandi eru gaspípur og svo sem sagt kemst maður að því að þetta heimsveldi, þetta keisaraveldi að það algjörlega háð Kína, það er bara strengjabrúðuveldi fyrir Kína og þessi bók heitir Dagar Opritsínunar og hún fjallar þessa dýnamík, þennan sterka leiðtoga og svo þessa hreinsisveit undir honum. Mér minnir að logoið að sé úlfur og kústur, þú veist, það bara svona hreinsa til og svífast einskis í því, þessi hreinsisveit. Og já, og þetta er einhver fasti sem að núna Rússar eru held í margir að velta fyrir sér bara hvers vegna þurfi að vera svona óhjákvæmilegur. En ef að það er ekki nein hefð og eitthvað fyrirmyndir í samfélaginu, hvernig almenningur getur stundað stjórnmál eða haft áhrif á samfélagið, að það sé eina leiðin til þess að lifa í Rússlandi er að sökkva sér inn í eina djúpu, þykku rússnesku menningu sem er góðar verðaróðir. Fáar þjóðir sem bjóðu upp á góðan pitta því. Nú er áköll frá Vesturlöndum að eiginlega eina sem getur stoppað þetta er að Rússar rísu upp og felli Pútín. Já. Finnst þér það raunhæf ósk og von? Já, mér langar kannski bara áður en ég svara því að segja að Rússar hafa náttúrulega þessa ótrúlegu hefð intelligentsia, að það orð er tökuorð úr þýsku sem að Rússar gera að sínu og verður síðan orð alls heimsins. Og það er náttúrulega notað oft niðrandi á okkar tímum intelligentsia, en það er mjög jákvætt hlaðið í Rússlandi, vegna þess að það eru þetta fámenna eða þetta fólk sem að tekur í raun menningu og þessa óbeinu leið til þess að koma skilaboðum á framfæri svo alvarlega að til dæmis rússneska byltingin varð. Hún varð fyrir undirbúning þessa fólks og þeirra óeigingjarna starf og ég meina uppáhalds skáldsaga Lenins var Hvað ber að gera, sem er eftir Tjernysjevskí, sem er svona framtíðar skáldsaga og Tjernysjevskí og köldið í kringum þá bók er svona dæmi þetta, þannig skrifa ykkur skáldsaga og fólk segir bara þetta er framtíðar þjóðfélagi, við skulum byrja að lifa eftir þessari skáldsögu og það fyrir að gera það. Þannig að og Svetlana Aleksejevits, hún hefur verið að kalla eftir því núna í mörg ár. Hvar er intelligensian í Rússlandi? Hvers vegna hvers vegna rís hún ekki upp, hvers vegna tekur hún ekki til máls? Þannig að við verðum að hafa það í huga. En hvar er hún? Ég las einhvers staðar að helmingurinn af svona mentafólki í Rússlandi, og þá er það einhverju mælikvarða eftir í hvað það búið að ganga lengi í skóla eða bjó erlendis. Það er bara amerískir háskólar og út alltaf Evrópu eru fullir af rússneskum professorum og symfóníuhljómsveitir og stjórnendur og bara helmingurinn af menningarlega burði Rússlands er farin. Já, það er ekki spekileiki í Rússlandi, það er heilablóðfall. Það er bara þannig sem það er. Er það ástæðan fyrir að hún kallar eftir þessu og fær ekki svör? Já, og svo náttúrulega, og það er náttúrulega búið að tæta þessa menntastjætt algjörlega upp af stjórnvöldum. En svo við komum að hinu sem hún sagðir, þetta ákall Vesturlanda til Rússa. Ég meina, nú eigum við þarna vini úti og við erum í samskiptum við þau. Þetta er bara náttúrulega oft bara fólk á okkar aldri, á mínum aldri, á börn og ungbörn og svona. Og hvernig á maður að segja við þau að heyri það, akkur farið þið ekki út á götu og mótmælið þegar að
hvaðirnar við því eru 15 ára fangelsi og hérna, þú veist, þú myndir ekki sjá börnin þín í mörg ár og svo framvegis. Þetta er náttúrulega ótrúlega, þú veist, þetta er mjög erfitt fyrir þau að hlusta á þetta. Þú veist, við getum trútt talað að hérna, koma með þetta ákall. Og þarna náttúrulega maður bara staddur líka í einhverju rosalega stórri spurningu, bara gagnvart hverju berðu ábyrgð, hérna, þú veist, að hve mikla leyti ber þetta fólk ábyrgð á samfélaginu sem það lifir í. En mér finnst ég nú samt sjá merki það að fólk sé að stíga þessi hugrakku skref núna og hérna og mér finnst það líka áhugavert að sjá svona menn stíga fram eins og þannig Ivanov úr varnarmálaráðuneytinu sem að var hátt settur í varnarmálaráðuneytinu á tímum Jeltsins og fyrstu árum Pútins og bara koma með þetta ákall að stríðinu verði hætt tafalaust sko. Það kannski komið ljós hvort að skiptir kannski ekki máli sá sem stendur fyrstur, þannig að það skiptir miklu máli. Já. En það er sá sem stendur með 3 og 4 og 5. Eða til rannsóknir á það að ef að 5 standa upp í sal til þess að klappa fyrir atriðinu, að þá stendur allur salurinn upp. Já, einmitt. Það er kannski eitthvað svoleiðis sem við ættum að horfa á hverju kemur 3. og 4. í mótmennin. Já. Þannig að alltaf Rússland er svona bara ef maður alhæfi svolítið þjóðasáluna, þá er þetta náttúrulega einstakling, ef maður myndi líka þessu einstakling, þá er þetta einstaklingur sem hefur bara gengið í gegnum eitt trámað á fætur öðru. Byltingin og allt sem að henni fylgdi, heimsstyrjaldirnar báðar, þar sem að Rússar missa 26 milljónir og hreinsanir Stalins áfram, Tjernobyl og svo framvegis. Þetta er bara eins og einhver einstaklingur sem lendur bara í einu áfalli á fætur öðru og fær aldrei tíma til þess eða aðstæður til þess að vinna úr því. Þannig að það er annarkvort, þannig að þá skapast eitthvað svo ótrúlega óheilbrigð mynstur og þú veist, þjóðfélagi fer einhvern veginn á svo ótrúlega óheilbrigða kanala þegar að nýtt áfall dynur á þeim. Finnst þér kröfur fólks á Vesturlöndum að Úkraínumenn taki vopn og berjist fyrir frelsinu og að Rússar standu upp gegn kúuninni og einræðinu? Finnst þér að vera svona léttvæðar og koma fram af svona úr þæginda umhverju okkar? Já og nei, mér finnst það ótrúlega mikilvægar en mér finnst stundum eins og fólk átti sig ekki alveg á því hvað er að biðja um. Herðu, þetta látum við verða lokaorðin hjá þér. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk. Mjög áhugavert að tala við þig og ég vona að hlustendur hafi haft gaman að því að hlusta á. Við látum þessum þætti lokið og eins og vanalega þá endum við á úkraínskri vögguvísu. Góða nótt.